Íslendingar áttu stríði ekki að venjast og tilburðir hersins voru oft framandi. Það var hægt að dást að einkennisklæddum mönnum en sumir hristu hausinn yfir reglufestunni og látunum. En hvað sem því leið, þá bar landið margvísleg merki stríðsins. Ísland stóð ekki lengur utan við vígaslóð. Þeir voru á skotæfingum og maður horfði á það og þeir skutu þarna yfir gamlan vegarslóða. Svo var loftvarnaræfing, ég man nú ekki hvort þú var einu sinni viku, einu sinni mánuði. Þá fóru allar sírenur alla bænum í gang. Ég myndi segja að það hefði verið vikulega sem þýskar flugvélar flugu hér yfir. Þannig að óttinn, hann fór í gegnum merg og bein á okkur, krakkonum. Maður var bara að gjöra svona kyngja þessu sjálfur, sko. Allt sem skeði. Þá var þau bara harkan sex, sko. Ég heiti Leifur Einarsson og þið eru að hlusta á annan þátt af 5 í þáttaröðinni Hernámsæskan. Í þessum þætti verða dregnar upp nokkrar myndir á athöfnum hersins og þeim stríðsógnum sem Íslendingar stóðu frammi fyrir. Ísland var breytt land með hernáminu og margt æskufólk var forvitið athafnir hersins. Það leit ekki á hann sem ógn, heldur kærkomna viðbót í hversdagslega og oft sviplausa tilveru. Loksins var eitthvað spennandi að gerast. Ég fór eins fljótt eins og ég fékk að fara. Mín hugsun var svo, mér langaði að sjá þessa hermenn, mér langaði að sjá þessa útlendinga. Ég hafði aldrei séð neitt af útlendingunum nema Færeyinga og kannski 1 eða 2 Dani. Það voru ekkert útlendingar. Einn af þeim sem var ráðinn í að kynnast hernum var Sigurjón Vilhjálmsson, en hann bjó í Höfnum á Suðurnesjum. Hann var jafnframt ákveðinn í að læra ensku, en svo voru marga eins og síðar mun koma fram. Ég fékk að fara í bæinn, ég leyndi ekki látum, vildi fara í bæinn og það var eitthvað viku eftir hernámið, þá var ég komin í Reykjavík. Ég gerði það bara til að skoða þetta og kanna þetta og hlusta á málið, það mér þótti þetta svo skrítið mál. Ég var svo ákveðinn í því að læra þá ensku. Og Bretarnir að þeir voru mjög vinsamlegir þannig, sko, þeir vildu bara vengast við okkur og tala við okkur og ég náttúrulega talaði ekki orð í ensku. Bretarnir, þeir báðu raunverulega það þegar þeir komu að líta á þetta sem bara vina heimsókn, en ekki innrás. Og þessi áráðu gekk aldrei vel inn í sem fólk eins og mig. Þetta voru ekki óvinir. Höfuð óvinirnir voru Þjóðverjarnir, þeir voru að sökkva skipunum okkar og drepa okkar menn. En hvernig komu bresku hermennirnir Sigurjóni fyrir sjónir? Mér fannst þetta að vera strákað grey, aðeins eldri en ég, hálfsvangir, drepast úr kulda og voru þó að reyna að vinna. Herinn var þegar snar þáttur í bæjarlífinu. Eitt af því sem vakti óskipta athygli voru hergöngur. Manstu eftir marseringum? Ég marseringu eftir göttunum. Já. Guð minn góður, það var hálfur, það var bara daglegur viðburður. Svo svona á stórum dögum þá voru stórar lúrasveitir, 30-40 manns, sem marssuðu niður Skólavörðstíginn úr kampinum upp á Skólavörðu, þar sem Hallgrímskirkja stendur. Og jafnvel þó þeir væru ekki
ekki með lúrasveit, þá gengu þeir í röðum. Fyrst þegar komu voru þeir auðsjáanlega að kynna sig. Við erum alveg saklausi menn og spiluðu fallega músík og gengu eftir kvöldunum. Það var mjög vel eftir þegar voru að ganga Tjarnargötunni með riflana öxl og þetta var bara dagleg sjón fyrir okkur strákana á þeim árum. 40 og 41 og fram á 42. Bandaríkjamennirnir gerðu þetta minna. Þá komu hérna sko strax bara fyrsta árið að þá komu bandamenn sko alls staðar að og þeir voru sko í sínum eigin búningum. Það var alveg ævintýri. Ég var sérstaklega alltaf Skotarnir fyrst. Og sunnudögum það fóru þeir í kirkju og blésu sínar pípur. Fóru upp hérna Njarðargötuna, voru með búðir í Skerjafirði, komu það og blésu pípurnar upp alla Njarðargötuna. Fólki fannst þetta alveg stórkostlegt. Það var ekki nóg með að Bretar væru fjölþjóðlegir. Hér var einnig töluverður fjöldi norskra hermanna. Breiðum okkur norður yfir heiði og heyrum frásögn frá höfuðstað Norðurlands. Ég gef Sigurði Jóhannesinni orðið en hann hefur áður sagt frá því þegar hernámslið Breta kom til Akureyrar. Bæði Bretarnir og Norðmennir fóru í Akureyskirkju og þá var það bara hópur sem kom marsjarandi eftir götum hérna og upp að kirkju. Ég man eftir sérstaklega einni stórri landseiningu, þá kom, hann hét Gort Lávarður, hafði var eitt stórt númer þarna í hernum hjá Bretum í Frakklandi og þarna við Dunkirk og svoleiðis. Og það var tekið á mótunum hér og síðan var hersýning inni við Ráðhústorg og það var sjálfsagt nokkra klukkustund að ganga. Það voru herdeildir labbandi utan alla Kræklingahlíðina og hingað inn í bæ til að sýna sig fyrir framan Gort Lávar. Herinn var áberandi bæjarlífinu víða land og bæjarbúar urðu vari við hann á ýmsan hátt. Íbúar við Hvalfjörð voru einnig í miklu nábýli við herinn, enda var fjörðurinn mikilvægt herskipalagi á stríðsárunum. Jón Sigvaldason hefur áður farið nokkrum orðum það hvernig herinn kom sér þar fyrir. Hann gerir nú grein fyrir því hvernig lífið breyttist við fjörðinn. En þetta braut upp tilveruna. Þeir voru á skotæfingum og maður horfði á það og þeir voru að ég sig og þeir skutu þarna yfir gamlan vegarslóða en það stoppaði, það var flækingskona sem fór alltaf á milli bæjan og vann fyrir sig með því að spinna lopa og búið til garn. Það var kallið Sigga Snælda. Og hún gekk bara þvert á skotriðina hjá þeim og þegar hún sagði frá þessu það var bara bom 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 og stopp. Svo labbaði yfir og svo kom bom 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 þegar ég var komin fram hjá skotlínunni. Sko Íslendingar, þeir voru ekki hræddir við byssur því að byssur hafði aldrei gert þeim neitt. Breta voru þekkti fyrir að vera afslappaðir í samskiptin sínum við landsmenn. Fámennið og nándin var til þess að reglur voru sveigjanlegar, sérstaklega í nærumhverfinu þar sem hermenn og heimafólk var tekið að þekkjast. Í Tíðaskarði við mynni Hvalfjarðar að sunnanverðu var varstöð
þar sem fólk þurfti að gera grein fyrir ferðum sínum. Hvernig ætli hafi verið tekið á móti fólki þar? Jón Sigvaldason heldur áfram frásögn sinni. Nú, það var náttúrulega tekið á móti manni með gætni, en gætni getur verið svingjarleg, sko. Og það sem Bretinn var, þar var ekkert mál, sko. Krakkar voru ekki tætulegir. Þeir gerðu upp á milli fullorðina og þeir gerðu upp á milli sveitamannana, þekktorði sveitamennina og aðkomafólk. Við sem fórum þetta með rútunni tíðarskarðið og fram hjá varðstöðinni, þetta var eiginlega má segja hliðið að Hvalfirði. Þetta var allt kontrollerað og þeir urðu að vita, þeir urðu að fylgjast með hverju færu inn og svo þegar voru gestir á ferðinni þá vildu við vita hvernig þeir færu út og þetta var svona alvöru varðstöð en fyrir okkur sem bjuggum þetta var ekki hindrun. Stóra breytingin voru vitaskuld skipin sem komu og fóru. Það var stundum háað í skipunum. Það var það, sko. Helvítis lætið í þessum. En við sváum alveg fyrir þessu. Þetta bara eins og fólk sem býr við umferðaræð. Það venst í og verður og vakna kannski þegar það háaðin hættir. Það var kannski orðið þannig hjá okkur. Sko, þetta voru alls konar skip. Maður sá sundurtætt sem man einu sem vantaði við hliðina í stór stykki í hliðina á skipi. Það var galopið sko nýða. Var að fara inn í, þeir voru með viðgerðar, dokkinn í Hvalfirði. En það var náttúrulega engin bíll til heima og maður fór ekki oft, tvisvar, þrisvar, einu sinni á ári kannski, inn í Hvalfjörð. Þannig að maður sá ekki, en það voru kannski á annað 100 skip. Þeir söfnuðust saman þarna skipalistinnar og svo var náttúrulega urmull af herskipum, stór og smá, korverstur, tundurspillar, beitiskip, orðskip, flugvélumóðurskip, allt. En þetta var siglingaleiðin sem við sáum. Við sáum ekki inn á skipaleið. Við sáum rétt inn í fjörðin við Kaplataness sem var frá Vatneyri yfir í Kattanesið hinum einu. Það lá alltaf tundurduflaslæðir til þess að slaka niður netinu þegar það komu skip, sko. Annars var það lokað svo að Kapata geti ekki komast inn. Ísland var í þjóðbraut siglinga. Skipalestir sigldu hér á leið sinni til Bandaríkjanna, Bretlands og Sovétríkjanna. Það var því mikið að vera, einkum í Hvalfirði og oft þétt setinn sjórinn. Adolf Bjarnason á minningar af siglingum bandamanna, en hann var 5 ára þegar landið var hernumið. Og hér voru fallbyssur út á Valhúsahæð. Og þá man ég eftir sko að fara hérna út á, ég held að faðir minn tók mig einu sinni með upp á Valhúsahæð að kvöldi til og þá voru skiparest að koma inn í Hvalfjörði. Þau voru nú meir og minna ljóslaus sko, en það var kastari hérna út á þar sem golfvöllurinn og hann lýsti sko upp skipin. Another day, and the Prince of Wales is making a landfall. Rising out of the water ahead is a bleak and rugged coast, Iceland.
home of a friendly nation whose weakness would have made her fair game in the Nazi hunt for world dominion. But Britain stepped in first. Empire troops have been stationed in this Arctic outpost of civilization. They're making Iceland a fortress too. We've read that recently Roosevelt sent Americans to share with us the job of keeping Iceland safe from German invasion. On land we shall see those Americans here, on guard. In Reykjavik, Mr. Churchill met the service chiefs in charge and inspected sailors and soldiers and airmen. Það þótti heldur betur frétt þegar forsætisráðherra Breta, sjálfur Winston Churchill, kom til landsins. Hann var á heimleið eftir að funda með Roosevelt forseta Bandaríkjanna. Það var vitaskuld engin fréttaflutningur að komu hans fyrir en heimsóknin var afstaðin. En fréttin var fljóta að kvisast út. Magnús Erlendsson, sem sagði okkur áðan frá marseringum, var einn af þeim sem sá Churchill. Einhvern veginn hafði sá orðrómu borist út að það væri von á Churchill til Reykjavíkur þennan dag. Og ég, strákurinn, stóð fyrir utan vestluna hjá föður mínum, Tókusvelli London á Össustræti 14, stóð þar við föður mínum og vestluna manni hjá honum þegar Churchill kom akandi í opnum bíl fram hjá gömlu lögreglustöðinni í Pósthússtræti og ég stóð þarna fyrir utan vestlununa og man að ég veifaði Churchill alveg eins og allir sem stóðu þarna nálægt mér gerðu líka, allir Íslendingarnir. Og síðan hlupum við eftir bílnum sem hann var í og sáum hann að fara inn í Alþingishúsið. Þar átti hann fund með Hermanni Jónasinni sem þá var forsætisráðherra og við biðum bara fyrir utan strákahópurinn og fullorðnir menn einnig mér. The Premier spoke to the Icelanders from the balcony of the Regency. He was greeted with smiles and cheers which acclaimed him as the champion of liberty for all men. Koma Churchills var auðvitað frétt dagsins. Eftir stutta stund í Alþingishúsinu lá leið hans á hersýningu utan við bæinn. Gefum breska þulinum aftur orðið. Outside the Regency, he inspected American Marines and afterwards chatted with the men and women who had made our troops so welcome. Guðmundur Einarsson var einnig viðstaddur komu breska forsætisráðherrans. Já, ég man því. Ég fór þarna inn eftir. Þegar það var einu staðurinn sem var malbyggað. Það var Suðurlandsbrautin. Það var sem var kallað Hálogaland þá. Og þangað fór allir að sjá af því það var einu staðurinn sem var hægt að hafa svona hersýningu á svona flottum. Já. En ég komst ekki nærri að því, sko. Ég bara fylgdist með því. Okkur fannst Churchill alveg svakalega flottur kall, ja, með vindilinn og alltaf svona. Ja. And the army. Royal Australian Air Force. The visit to Iceland was over. Leaving on the last leg of his journey of thousands of miles, our Prime Minister said goodbye. Á blaðafréttum á ráða að landsmenn hafi verið stoltir yfir því að frægur maður skildi sér ástæði til að líta hér við. Allir þekktu til Churchill. Jafnvel æskan hafði séð myndir af honum í blöðum og heyrti honum í útvarpinu. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender, and if, which I do not for a moment believe. Hingað komu stundum tignir gestir og þar bar heimsókn Churchill hæst. Sigur Jóhannesson hefur áður sagt okkur frá komu Gorts lávarðar til Akureyrar, en heimsókn hans lagði þar undir sig bæjarlífið. Sigurður hafði mikinn áhuga á hernum og var duglegur við að forvitnast athafnir hans. Frásögn hans dregur upp mynd af því hvernig hernámsliðið var daglegur hluti að lífi margra æskumanna.
Ég man eftir einu sinni heyrt að sem var þar við að það voru æfingar hjá hernum niður á Eyrinni og þeir voru þar hlaupandi á milli húsa svona eitthvað. En það var bara þetta, það eina skipti. Þeir fóru ekki mikið fram í bænum. En með Bretunum komu þarna sem við kölluðu brennbyssuvagnar. Þetta voru raunar litlir skriðdrekar sem við vorum með hérna. Já, og þeir voru mikið við æfingar í Hörgárdal og þar vorum við höfuðstöðu þeirra með þessa vagna en þeir komu og sín í bæinn stundum. Það var voðalega spenntur fyrir því. Þeir voru með mjög stórar byssur út á Hjalteyri og og þeir voru að æfa á skutu þaðan og það sprungu einhvers staðar yfir vaðleiðinni hérna og við vorum, þetta voru hávísindar í þessu að við vorum að fylgjast með þessu því að þetta var í einhverja klukkutíma sem verið að við fylgdust með hvenær blossin kom út frá og hvað liðu margar sekúndur þangað til að kúlan sprakk. Það var þetta að vera þar í hjótúr víða og skoðað, ég man eftir, ég fór oft út á Lónsbrú og líka jafnvel út á þeir voru með varðstöðina út á Moldinghálsi og þar höfðu komið upp, hvort þeir voru með byssu þar eða bara síndarbyssu, ég veit það ekki, þeir voru með stórt virki þar sem átti að dekka fjörðinn ef að einhver skip kemur hér inn. Fallbyssuvirki? Já. Og þau voru nú víðar líka hjá Krossanessi Það en maður fékk nú ekki að koma nálægt þeim yfirleitt, það var nú og alls ekki. Það voru nú verðir í kringum þetta. Svona, ég kynntist ekki persónulega mörgum en þó nokkrum, en jú, maður var varfið á mikið í bænum, það náttúrulega ekki. Þegar ég bjó þarna á Stokkseyri þá flugu þarna oft yfir orrustuflugvélar og þær fóru austur fyrir Stokkseyri og það fjara þar sem heitir Lofsstaðafjara og þar voru þær að æfa sprengjuvarp og við sáum bara upp mökkinn sem kom upp á sprengjunum og þar voru þær að hitta í mark og æfa sig. Þetta var Adolf Bjarnason. Við heyrðum að síðan segja frá skipalest sem hann sá frá Valhúsahæð. Adolf var Reykvíkingur en á sumrin var hann sendur til afa og ömmu á Stokkseyri. Þorpið taldist öruggari staður en stríðið var þó skammt undan. Það sem hann upplifði þar voru sjálfur sér saklausar flugæfingar en loftvarnir voru teknar föstum tökum þegar í upphafi hernáms. Fréttir báru stöðugt af loftárásum Þjóðverja. Þeir beittu lofthernaði, hlífðarlaust þar sem þeir hernámu lönd auk þess sem þeir létu sprengjum rigna yfir breskar borgir. Við heyrum nú nokkra frásagnir af loftvörnum og þýskum flugvélakomum. Þetta var nýlindar, skal ég segja. Það var náttúrulega svo margt sem fyrir augum bar. Þar sem ég rak augum fyrst í voru þessi sandpokar. Fyrir utan mannfólki voru þessi sandpokar sem var búið að setja fyrir kjallaraglugga, til dæmis á Þjóðvilahúsinu sem var þá í byggingu, á horninu á Skólavörðu og Klapparstíg, búið að raða það sandpokum og þetta skildi ég ekki hvað var. Þetta voru þá fyrstu vísinin úr loftvarnarbyrgjunum. Já. Í hverfónum voru skipaðar loftvarnarnefndir
og eins og venlega í nefndum, einn var formaður og hann sá það að loftvarnabyrgin væru auðkennd, þau sem voru í húsum, svo voru byggð sjálfstæð loftvarnabyrgi. Svo var loftvarnaræfing, ég man nú ekki hvort þú var einu sinni í viku, einu sinni í mánuði. Þá fóru allar sírenar alla bænum í gang klukkan 12:30 held ég, en það verið klukkan. Og þá áttu allir að þjóta niður í skýli. Þá tæmdu sköturnar og allt var hljótt. Allir fyrir í einhverja 10 mínútur eða svo. Þetta gekk nú ágætlega svona fyrst í stað, svo fór nú fólk að þetta bara æfing. Já. Og stundur það rekin harðari hendi inn í kjallara. Bróðir minn, hann var umdæmisstjóri í Þingholtunum með rauða húfu, hjálparsveit, og hann var Þorkell bróðir hann var að passa upp á það að krakkarnir og bara allir færu inn í kjallara. Og ein aðal miðstöðin af því að það var stór kjallari undir búðinni Vísi á Fjölnisveginum, horninni á Njarðargötu og Fjölnisvegi. Þá var sko einn aðalstöðin var þar, og þar voru við send ef það heyrðist í sírenu, það þýddi að Þjóðverjar voru að koma, þá vorum við send inn í þessi vígi. Þá voru mér ennþá hræddir að Þjóðverjar kæmust frá Noregi með sprengjur og gætu gert usla. Alltaf ótti, allt stríðið. Fólk var ekkert ánægð með þetta. Þetta var voða spenningu fyrir okkur strákana. Ég var aldrei eftir að við vorum sendir. Það var mjög mikill stríðsótti, man ég sumar og haustið 1940 og eins 41. Vegna þess, óttinn var vegna þess að það var alltaf verið að gefa loftvarnamerki. Það var bara, ég myndi segja að það hefði verið vikulega sem þýskar flugvélar flugu hér yfir. En það merkilega var, eins og ég var að segja ráðan, að það var oftar á sunnudögum en aðra daga. Þannig að óttinn og hann fór í gegnum merg á bein á okkur, krakkonum, þegar loftvarnamerkin, þau voru sett upp. Það var loftvarnamerki á kaþólsku kirkjunni Landakoti og það voru loftvarnamerki sett upp á Landssímahúsinu og fleiri stöðum. Þannig að það voru alltaf loftvarnamerki og pípið var afskaplega skerandi. Alveg átt segja það og börn urðu hrædd. Sandpokarnir voru alls þar merki það hvar væri loftvarnabyrgi og ef loftvarnamerki var gefið á virkum degi þá flyktist fólk í loftvarnabyrgin í Landsbankanum, í kjallara þar, í Pósthúsinu Reykjavík, í kjallara þar, Landsdómshúsinu, í kjallara þar og upp á Laugavegi hjá Martin Einarsinni og það voru á öllum húsveggjum, ég man eftir því daginn sem ég sá það fyrst, að þá var búið að líma rauðar örvar sem bentu á hvar ætti að fara í loftvarnabyrgin
og þetta var klint á húsveggi út allan bæ, stór, svona, ég myndi segja að það hafi verið bara eins og myndið þarna, stór merki og þau voru rauð á litin og það voru rauðar örvar og sýndu hvert átt að fara. Þannig að borgin var undirlögð af sangpókum og loftana byrgjum og merkjum hvar ætti að fara inn í loftana byrgjum. Ég man að ég var alltaf svolítið rædd inn í mér. Öll stríðsárin. Og þá við hermennina? Við stríðið. Af því að maður var alltaf hræddur þegar kom loftvarnamerki. Þegar flugvélar flugu hérna yfir, þá var maður alltaf hræddur. Ég var það. Og ég man, ég lagði mikla áherslu á ef ég var að fara niður í bæ. Þá hljóp ég alltaf upp Skólavörðustíginn vegna þess að loftvarnabyrgið var heima hjá mér. Það var í húshónum þar sem var alveg lokað, gluggalausir gangar. Og ég man hvað ég hljóp oft upp Skólavörðustíginn, alveg að springa, en bara að komast heim. Varstu meðvituð það hvar helstu loftvarnabyrgi væri? Já, það var merkt, það var sett á stólpana að þarna væri loftvarnabyrgi. Þannig að fólk gæti alveg gengið að þau máttu fara inn hvar sem þau voru. Ekki vera mikið á ferðinni eftir að merkið heyrði, sko. Og þú minnist þess að hafa heyrt þessi loftvarnamerki? Ég heyrst, veistu það, sírena fyrir í mig síðan. Og minni mála. Þetta var svo hátt. Það glumdi alveg yfir allt. Og þetta var skerað eða svona, maður fekk alltaf ónot. Manstu til þess að hafa séð til flugvéla? Ég man ekki eftir að hafa séð en ég man ég heyrði. Og mér var alltaf illa við það. Það fór alltaf illa í mig. Maður vissi ekki hvort það var tíst eða. En þú stundum þurfti að bregðast við og fara í skjól? Já. Það fóru allir í loftvarnabyrgi þegar að merki var gefið og maður var að bíða þangað til kom merki að maður mætti fara út. Það var alltaf á hreinu og það voru loftvarnaverðir. Ég man að faðir minn var með hjálm og hann átti að fylgjast með að fólk væri hjá ferðinni og þeir allan bæ. Sennilega myndi ekkert jafn harkalega á stríðið og þýskar flugvélakomur og veinið í loftvarnaflautunum. Gripið var til loftvarnarástafana í stærri bæjum, þar sem hætta var talið mest. En þýskar flugvélar komu víða við og fyrir kom að þær skutu úr byssum sínum og vörpuðu jafnvel sprengjum. Við höfum heyrt Árna Val Viggósson segja frá hernámi Raufarhafnar. Við sláumst nú aftur í för með honum á þær slóðir. Ég man eftir einu sinni þá heyrði ég í flugvél og sko ef ásinn, þessi er ásinn hérna, húsið okkar stóð hérna undir ásnum og það, ég heyri flugvél og ég fer út og horfi upp í loftu og þá flýgur flugvél yfir og það var svartir krossar neðan á vængjónum og flóð svo lágt að ég sá að það stóð AK. Þetta var það þýsk flugvél sko. Ekki með hakakross, heldur bara svarta kross á vængjum. Jú, hakakross á hliðinni. Og ég var aldrei var við neitt meira og svo bara þessar sprengjur sem að fjallu þarna hjá Hörskuldarnesi. Hörskuldarnes er rétt norður á Raufarhöfn. Árni segir nú nána frá sprengjuárásinni. En það kom þarna einu sinni þýsk flugvél yfir
og síldarverksmiðjan í fullum gangi og enginn vissi hvers vegna. Hún sleppti til sprengjum og þau rendu við Sveitabæ þarna nokkra kílómetra norðan við Raufarhöfn. Og það var stærðar gígar í túninu eftir þetta. Fólki var svo mikið að Árni Valur var sendur í sveit og svo voru mörg börn í Raufarhöfn að sögn Árna. Hætturnar leyndust víða og sumar þeirra tengdust sjónum. Fjöldinn allir af tundurduflum var í hafinu kringum landið. Þeim var ætlað að hefta siglingar Þjóðverja en mörg þeirra flosnuðu upp og rak á land og voru þau þá stórhættuleg fólki við sjávarsíðuna. Árni Valur kann einnig að segja frá því. Það kom einhvers að það veri rekið tundurdufl í Vík sem var hérna. Hinum megin við þessi klif, þetta var kallað klif. Og við förum í frímínútum til að skoða tundurduflið og það að veltast hann í fjörunni. Og Guð alveg að hjálpa og ég veit ekki hvað haldið yfir okkur verndarhendi því að svo voru búin allt í fattar Guðmundakennari, nú var hann orðið vitlaus yfir að við komum ekki í tíma. Svo þess að við lögum á stað og rétt þegar við erum að koma inn í skólan tilbaka þá bara nötraði jörðin og þá hefði duflið sprungið. Og sko, þetta var svona malarfjara og við vorum á þælandi og klenda grjóti út í duflið og svona. Ef það hefði sprungið þarna þá hefði það drepa okkur alla. Það var stærða gígur bara í fjörunni eftir duflið og svo man ég við fórum hann upp á, það var að venti til og frost og upp á mýran þannig að það var alveg fullt af sprengjubrótum upp á alla mýrar. Atburðir sem þessi áttu sér stað víða land, en mest var hættan á höfunum. Skip máttu eiga vona á að rekast á tundurdufl eða verða fyrir loftárás, en skæðastir voru kafbátarnir. Það reyndi mikið á sjómennina, sérstaklega þá sem voru í millilandasiglingum, og ástvinir biðu oft á milli vonar og ótta. Þórum Elsteð kann að segja frá því, en móðurbróðir hennar var heildsali og sigldi til Bandaríkjanna öll stríðsárin. Hann lenti í einu í lok stríðsins. Þá var hann að koma heim með Dettifossi og hann var skotinn niður við England. Og ég gleymi aldrei þeim degi því að fullorðna var eitthvað svo skrítið morguninn að það talaði svo lítið, þarna sko fjölskyldunar og við stelpunar dóttir hans og ég, við skildum ekki eitthvað var svo þögult og vildi ekki tala og það var svo þungt yfir öllu og svona var þetta allan daginn og við skildum ekkert í hvað var eitthvað klikka fullorðna fólki sko. Heyrðu, það var að bíða eftir fréttum og ég man hvaða létt yfir öllu við fengum fréttirnar að hann hefði bjargast. Þetta voðalega, ég man þennan dag alveg, hann var óhemjulangur, alltaf andri að líða. Þú þá skynjað kannski undirliggjandi beygg? Já, ég fann það var eitthvað sem var ekki gott, það gat ekki verið. Það voru allir svo þungir. En ég man að það snart mann alltaf þegar maður heyrði, eins og ég þekkti hann einn sem var á Heklunni, loftskeytamaður, við þekktum hann. Það tók allir þátt í þessu, það voru allir, þetta var alveg hræðilegt. En ég man hvað maður varð, manni leið illa þegar maður heyrði fréttirnar af sem skeiði sköðunum sko, skip og annað. Það var alveg hræðilegt.
Íslendingar mistu marga í hafið af völdum stríðsins. Óttinn var ævinlega nálægur og það var sem drungi færðist yfir þegar válegar fréttir bárust. Margir urðu fyrir þungum áföllum og það gat verið erfitt að vinna úr sorginni. Ingibjörg Árlýsadóttir þekkir það af eigin raun. Hún hefur áður sagt frá því að hún hefði ekki fengið að fara út á hernámsdaginn, enda ekki nema 5 ára gömul. Ingibjörg segir nú frá hvernig hættur hafsins bitnuðu á fjölskyldunni. Já, faðir minn, hann var lærður bifvélavirki, var á sjónum á meðan að var að læra það, fór svo eina ferð með Reykjaborginni í aflýstingu og var skotið niður. Og þá var ég sem sagt föðurlaus, 6,5 árs. En eftir að hann fer þarna þessa ferð og kemur ekki tilbaka, þá datt eitthvað tímabil úr mér, svona, skilurðu, það var eitthvað, annarkvort hefur ég verið svona örg, sorgmætt eða eitthvað, það var ekki að tala við mann, maður mátti ekki hlusta á útvarpið, þú veist, maður var eiginlega afskiptalaus og þegar var sagt að Reykjaborgin væri týnd, þá var maður bara hent út úr stofunni þar sem að útvarpið var, sko. Og ég segi, hvað, er þetta ekki skipaðars pappa, er þetta ekki skipaðars pappa? Já, farðu bara fram eitthvað, þú veist. Maður var bara að gjöra svona að kyngja þessu sjálfur, sko. Allt sem skeði. Þá var þau bara harkan sex, sko. Og það var alltof mikið áfall fyrir mig að því ég var svo hænd á honum. Þá var þetta náttúrulega bara svipting, sko, algjör. Það var fyrst á hernámsárunum sem Íslendingar kynntu stríðsógnum fyrir alvöru. Landið og miðin báru margvísleg merki stríðsins. Margt var ævintýralegt í augum æskunnar, en óttinn og sársaukin smegði sér víða. Margvíslegar upplifanir brenndu sig inn í tilfinninga og vitundarlíf hernámsæskunnar og það gat verið vandi að vinna úr því öllu saman. Sérstaklega sé þess gætt að það tíðkaðist ekki að ræða erfiða lífsreynslu, hvað þá að vinna úr henni. Æskan stóð því oft ein með sínar upplifanir, enda var hann á mörguleyti sjálf ala. Hafsteinn Flórentsson man þessa tíma vel, en hann var á 10. ári þegar landið var hernumið. Það var svolítið allt þessi heimilislíf gamla daga, það var þessum ári, sko. Mér fannst nú fullorðna fólki aldrei skipta sér neitt af krökkum, sko. Og börnin, þau voru bara hana. Ég til dæmis var aldrei eftir því að hafa verið skammaður. Man getri, sko. Ég fékk að valsa bara eins og ég vildi sem krakki. Það eins og segja, það var ekki stifsaði mér, ekki neitt. Þá komið að lokum þessa þáttar. Í næsta þætti verður sjónum beint að samskiptum landsmanna og þá fyrst og fremst æskunnar við herinn. Gatan var hennar leiksvæði og það sem hermenn voru á hverju strái var auðvelt að komast í samband við þá. Þannig að Reykjavík, þetta litla þorp sem mann getur kallað, varð allt í einu að bæ, bara og mjög merkileg bæ að því leyti að það var annar hver maður sem að sá götun og það var herrmaður. Ég veit ekki fyrir, það var svo mikið fyrirferð í hérna konunum. Það var allt annað, það var allt annað kynstofn. Það var mikil breyting, það var bara mikil breyting. Þeir voru mikið glaðlegri og breytandi voru kurteisir, en ekki eins og Amerikanandi. Þeir voru mikið þægilegri, fyrir okkur kakkaða.